Hugsun, þekking, vinna, undirstöður framþróunar mannkyns. Hugsunin hefur fylgt manninum frá upphafi tilveru hans, þekking hans hefur aukist jafnt og þétt og hvort vekja hagnýtir hans sér við störf sín sem afkoma hans byggist á. Þekking manna og þjóða er misjöfn, eftir því sem hún eykst þá eykst einnig velmegun þeirra. Þótt reynsla og þekking erfist frá kynslóð til kynslóðar var miðlun þeirra hæg skólar komu til sögu. Þangað safnaðist þekking, þar jókst hún og þaðan dreifðist hún. Þótt skólahalda hæfist á Íslandi þegar á 11. öld var menntun forréttindi fárra og á öldum erlendrar yfirdrottnunar hnignaði verkmenntun í landinu. Fólk dró fram lífið af því sem landið og sjórinn gáfu eftir bestu getu en hungurvofan sótti marga heim. Mikið bil var milli alþýðu og valdastéttar. Þegar hylti undir árangur í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld fóru menn að ræða nauðsyn þess að flytja æðri menntunin í landið. Viðbrögð voru hæg eins og væntamátti en 1847 kom hér þó fyrsti vísirinn að háskóla. Það var prestaskólinn sem tók til starfa í nýju húsi latínuskólans sem nú var menntaskólinn í Reykjavík. 1876 hófst svo kennsla í læknaskóla en það var ekki fyrir 1908 sem lagaskóli tók til starfa. Árið síðar var svo samþykkt á Alþingi að stofna háskóla og hann var formlega settur 17. júní 1911 á aldarafmæli Jóns Sigurðssonar. Hann tók til starfa þá haustið í Alþingishúsinu og bættist á 4. háskóladeildin, heimspekideildin, við. Þar var skólinn fyrstu áratugina við þröngan kost. Það var ekki fyrir hann fékk að reka happdrætti sem fjármagn fékkst til þess að reisa háskólabyggingu og í hana flutti starfsemi 1940. Byggingin þótti fyrstu vel við vöxt en hýsi nú aðeins brot af starfsemi skólans en er hann orðið fjölmennasti vinnustaður landsins. Deildir háskólans eru nú orðnar 9 og starfsemi hans er dreifð alla höfuðborgina. Mest af henni fer þó fram á svokölluðu háskólasvæði við Suðurgötu í Reykjavík. Framan við háskólabygginguna hefur verið reist styttan af Sæmundi á Selnum eftir Ásmund Sveinsson. Þjóðsagan segir að Sæmundur fróði í Odda hafi stundað nám í erlendum háskóla á 11. öld. Svo furðuleg þótti menntun hans og kunnátta að hann var rammgöldróttur talinn, svo og þeir Íslendingar aðrir sem taldir voru skólabræður hans. Því var slegið föstu að enginn nema Kölski sjálfur gæti rekið þvílíkan skóla og því var hann nefndur Svarti skóli en Sæmundur gat jafnvel leikið á Kölska sjálfan. Þegar Sæmundur og félagar hans komu til Kaupmannahafnar úr Svartaskóla var oddinn laus og sá átt að fá hann fyrstur kæmist þangað. Sæmundur kallaði þá á Kölska og sagði að hann mætti eiga sig ef hann kæmi sér til Íslands án þess að kjólaf sitt vöknaði. Kölski brá sér í Selslíki og synti með hann til Íslands. Sæmundur las í Saltaranum á leiðinni og rétt áður en þeir tækju land lamdi hann Kölska í hausinn með bókinni svo hann sökk og varð af kaupunum. Heimspeki er með elstu fræðigreinum í háskólum og það má leggja út af þessari gömlu sögum Sæmund fróða í heimspekikennslu enn í dag. Oddinn er menntasetrið og er tákn fyrir þekkinguna og viskuna og þangað stefnir Sæmundur. Í öðru lagi þá er Kölski sem kemur hann við sögu er myrkraöflin sem að hann á að læra í háskólanum og á að hafa lært í háskólanum að nota sér og Kölski bregður sér í Selslíki, það er að segja selurinn er hér tákn fyrir náttúruna og náttúruöflin og nám í háskóla á að kenna fólki að kunna skil á náttúruöflunum og kunna að nota sér þau. Hafið kemur hann til sögunar einnig, það er það sem skilur að, ef svo maður segja mannin eins og hann er upphaflega í náttúrunni og síðan hinnar æðstu þekkingar. Það er oddinn, það er í Odda sem þekkingin býr. Og Sæmundur er sjálfur, hann er fulltrúi vitsins og skynseminnar. Hann er eiginlega fulltrúi mannshugan eða hugsunarinnar og hann notar saltaran og les í saltaranum þegar hann er að glíma við Kölska á leiðinni yfir hafið. Og saltarinn er biblían, eða sem er bókana þar sem viskan býr og hann notar hann að lokum til að sigrast með hugviti sínu á Kölska sjálfum. Nú hinn siðferðilegi boðskapur sögunar er ljós að með því að leggja stund á nám í háskóla að þá stefni því að vinna bug og sigrast á hinnum illu öflum og öðlast
þekkingu og visku. Vafalaust hefur það fólk að söng í kirkju hjá Sæmundi Fróða í Odda skort þá þjálfun og leiðsögn nemendur í guðfræði fá í háskólanum, en þar mikil áhersla lögð á kirkjutónlist frá ýmsum tímum. Þótt góð og þjálfuð söngrödd sé ekki skilyrði fyrir því að gegna prestsembætti, eru söngur og tón ávallt snar þáttur í guðsþjónustum á öllum tímum. Í störfum presta ber óneitanlega mest á kirkjulegum athöfnum. Þeir vinna einnig gríðarmikið starfi hverskins sálgæslu, leiðbeina fólki og hughreysta það á erfiðum stundum. Nemar fara út á meðal fólks, kynnast vandamálum þess og fjalla þau undir leiðsögn kennara sinna. Við hljótum að spyrja hvað fór úrskeiðis, hvað hefði mátt verða þessu fólki til hjálpar? Já, það náttúrulega augljóst að þessu máli að fólki hefur haft mjög ólíkar væntingar til þessa hjúskapar sem þau voru að stofna til. Það má kannski líka minnast á bæði leyndan og greinilegan þrýsting inn í hjónabandi. Hvað foreldra varðar og annars slíkt þegar að þau kannski eru búsum saman í hjónaband, sérstaklega ef konan hefur nú orðið ófrísk og svo skyndilega áttar það sig á því eftir 2 til 3 ára hjúskap að það eina sem þá sameiginlegt að barnið sem þau eignuðust. Fólk fer í hjónaband kannski án þess að vita hvað að gera. Og þá spurningin, hvernig hægt að upplýsa fólk betur hvað hjónabandi raun og veru er? Ekki mál til komið að skólarnir fari að skipta sér af? Í háskólanum kapella þar sem nemendur fá þjálfun og kennslu í kirkjusiðum. Hér þjónar verðandi prestur fyrir altari, en aðrir nemar og kennari mynda söfnuð. Námið í guðfræði tekur 5 til 6 ár, en að því loknu geta guðfræðingar sótt prestsembætti. Þá getur samkeppni oft verið hörð, einkum þegar stór prestaköll að ræða. Nám í læknadeild háskólans fer að stórum hluta til fram á sjúkrahúsum, þar sem nemendur hagnýta sér bóklega þekkingu undir leiðsögn prófessora og annarra sérfræðinga, einkum á síðari hluta námsins. Læknanemar þurfa að kynnast öllum hliðum læknistarfsins, því allir læknar þurfa að hafa yfirsýn yfir allar greinar læknisfræðinnar. Hér nemi á lokastígi að aðstoða prófessorsinn í skurðstofu og nýtur jafnframt fræðslu hans. Fleira kennt í læknadeild en læknisfræðin ein. Tannlækningar voru fyrst kenndar þar, en tannlæknadeild nú orðin sjálfstæð deild í háskólanum. Nú unnt að ljúka námi í lyfjafræði lyfsala við læknadeild Háskóla Íslands, en áður urðu lyfjafræðinemar að sækja seinni hluta námsins til Norðurlanda. Kennsla í hjúkrunarfræði nú innan háskólans í tengslum við læknadeild og sjúkraþjálfun hefur einnig verið kennd þar skeið. Fjölmargar rannsóknarstofur og stofnanir eru starfræktar á vegum læknadeildar og tilraunastöðin á Keldum þeirra elst. Það mikil munur fyrir fólk sem kemur úr hefðbundnu námi í grunnskólum og síðar framhaldsskólum að hefja nám í háskóla, þar sem ótal námsleiðir bjóðast og frelsi stóreykst. Raunin líka sú að margir eru hikandi og ýmsir breyta námsáformum sínum eftir fyrstu kynni af greininni. Ég að útskrifast í vor og verð stúdent í... Námsráðgjöf í boði fyrir alla þá sem hafi í hyggju að stunda nám við Háskóla Íslands eða eru þar þegar við nám. Þessi þjónusta felur meðal annars í sér upplýsingar námið, aðstoð við skipulagningu þess og annan stuðning við nemendur í vanda þeirra. En falli ekki allir í lögfræðinni? Ef ekki fyrst að líta á hvað þessar greinar fást við, hugsanlega eitthvað sameiginlegt með þeim, hvað skilur þær að? Ef þú kannar það lítið nánar? Ég veit eiginlega ekki hvort ég á réttum stað eða hvort ég hef nokkuð að gera ef ég tala við þig. Byrjaði viðskiptafræðin í haust og það hefur ekki gengið upp hjá mér. Mér hefur tekist að skipuleggja tímann og ég virðist ekki hafa neitt tíma til þess að gera það sem ég vil gera. Þannig að nú eru eftir 7 vikur að missurinu og þú færð það hjá mér 7 spjöld.
Þannig að við myndum þá byrja á því að setja inn alla fasta þætti þessari viku. Já, hinn mikla fjölbreytni háskólanámsins krefst mikillar einbeitingar nemenda. En hver er menntastefna háskólans? Því svarar Sigmundur Guðbjarnason háskólarektor. Hlutverk Háskóla Íslands er að vera vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslustofnun sem að veiti nemendum sínum menntun til þess að annast sjálfstæðar vísindalega rannsóknir og til þess að takast á hendur ýmis embætti og störf í þjóðfélaginu. Aðstæður í þjóðfélaginu breytast og þarfir þjóðfélagsins og hlýtur menntastefna háskólans að taka mið af slíku. Í menntastefnu háskólans í dag er einkum lögð áhersla á þrennt. Í fyrsta lagi að veita breiða og góða undirstöðumenntun í fræðigreininni, að veita þekkingu og þjálfun sambærilegar við kröfur erlendra háskóla. Í öðru lagi er stefnt að auknu samstarfi við framhaldsskóla í landinu og að skilgreina vel þá undirstöðumenntun sem að framhaldsskólarnir þurfa að veita til þess að háskólakennslan komi að fullum notum. Og í þriðja lagi er lögð áhersla á að auka almenningsfræðslu og raunar að efla alla menntun í landinu og nýta þá til þess fjölmiðlatækni og fjarkennslu. Menntastefna háskólans er sem sagt þessi að efla æðri menntun í landinu og þá undirstöðumenntun sem að grunnur að háskólakennslunni og að efla í raun undirstöðumenntun fyrir atvinnulíf í landinu. Háskóli Íslands hlýtur því að starfa með og styðja aðrar menntastofnanir í landinu þótt þær fari aðra leiðir. Þá setjum við bara í gang. Kennsla í raunvísindum hófst síðar í háskólanum en í hugvísindum og læknisfræði. Verkfræðikennsla hófst árið 1940 en lengi var hún bundin við svokallað fyrri hlutanám, það er að nemendur lykju því erlendis. Flestir kusu að ljúka verkfræðinámi í Danmörku enda var náið samstarf milli landanna á þessu sviði. Árið 1970 var svo breyting á að unnt varð að ljúka verkfræðinámi hér heima í 3 verkfræðigreinum, byggingaverkfræði, vélaverkfræði og rafmagnsverkfræði. Auk þess má hér stunda fyrirhlutanám í efnaverkfræði og eðlisverkfræði. Deildin hét upphaflega verkfræðideild en árið 1969 var nafni hennar breytt í verkfræði og raunvísindadeild. Henni hefur nú verið skipt og deildirnar eru orðnar 2, verkfræðideild og raunvísindadeild. Efnafræði kemur víða við sögu í háskólanum. Auk efnafræðinema má nefna verðandi lækna, hjúkrunarfræðinga, lyfjafræðinga og líffræðinga sem allir þurfa að kynnast leyndardómum efnafræðinnar. Þeirra sem leggja stund á efnafræði býður 3 til 4 ára nám uns þeir eru tilbúnir að hefja störf og margir halda utan til framhaldsnáms. Há æru verðu að Grágás, virðulegi dómari, háttvirtur andstæðingur. Ég flyt mál þetta fyrir hönd sóknaræðila þessa máls, trúfélagsins Trúboðan og gera eftirtaldar kröfur. Í fyrsta lagi að bú Jóns Jónssonar verði tekið til opinberra skipta. Já, það getur vissulega verið rétt yfir háskólanámi enda þótt fengið sé við alvarleg mál. Félag laganema Órator setur öðru hverju á svið réttarhöld þar sem mál eru brotin til mergjar með aðstoð kennara. Eru þá gjarnan tekin fyrir mál sem í raun og veru eru eða hafa verið fyrir dómstólum þótt nöfnum sé að sjálfsögðu breytt og niðurstöður síðan bornar saman við niðurstöður úr dómstólana. Aðrir laganemar fjölmenna gjarnan til slíkra réttarhalda og fylgjast vel með félögunum sem á stundum bregða á leik til að rétta skapið. Há æru verðu að Grágás, virðulegu dómari,
Háttvirtur andstæðingur. Ég flytt mál mitt fyrir hönd umbjóðanda minna lögerfingja Jóns Jónssonar og geri það réttarkröfur að hafnað verði kröfu sóknaraðila opinber skipti á dánarbúinu og að hafnað verði kröfu hans að trúboðinn verði talinn erfingi Jóns. Úrskurðar orð. Hinn umbeðnu opinberu skipti á dánarbúi Jóns Jónssonar skulu fara fram. Sóknaraðili, trúfélagi trúboðinn, á samkvæmt erfðaskrá, 1/3 hluta húseignar í dánarbúi Jóns Jónssonar. Málskostnaður fellur niður. Skiptarétti órators slitið. En laganámið ekki leikur einn fremur en annað háskólanám. Margir hverfa frá námi þegar á fyrsta ári vegna strangra prófa. Námið í lagadeild tekur 5 til 6 ár og á þeim tíma þurfa laganemar að kynnast jafnt fornum lögbókum sem geimrétti svo dæmi séu tekin. En mestur hluti námsins fer eðlilega í að fjalla mál af því tagi sem oftast eru til umfjöllunar í réttarríki okkar. Eins og í flestum deildum háskólans lýkur náminu með ítarlegri ritgerð sem unnin í nánu samstarfi við einhvern af kennurum deildarinnar. Varðandi það þegar að verktaki gengur frá verki án þess að ljúka því, hvaða reglur gilda? Spurning hvort að það gildi þá samsvarandi regla í kauparétti og í verðsamningarétti. Það að segja að það þá litið á það sem galla en ekki afhendingadrátt. Já, svipað og í kauparéttinu. Svipað og í kauparéttinu. Ég sé nú hérna að þú nefnir 50.000 grein kaupalagana. Já, ég býst að ég hafi hana til liðsjónar. Og spursmálið þá það hvort að hún geti átt við þetta, eða alls megin reglan sem kemur fram í henni. Þessa dýfur hérna sem verða þegar að verða snöggir verðbólgu. Við Háskóla Íslands hófst kennsla í viðskiptafræði árið 1941 og var fyrst sinn hluti af starfi lagadeildar. Eftir því sem námið þróaðist og kröfur þjóðfélagsins menntun á viðskiptasviðinu jukust, fjölgaði nemendum og kennurum. Árið 1961 var stofnuð sérstök viðskiptadeild og hún nú orðin eina fjölmennustu deildum skólans. Auk hefðbundinnar kennslu sinnir hún, eins og aðrar deildir háskólans, endurmenntun sem vaxandi þáttur í starfi háskólans til þess að mæta síbreytilegum þörfum þjóðfélagsins. Námið þá skipulagt í samstarfi við ýmis fagfélög og stofnanir undir umsjón endurmenntunarstjóra háskólans. Að vextir séu í að minnskosti hafi ekki farið niður á við eins og ábúinist við, heldur séu jafnvel á leið aftur og þar ríkisskuldabréfum eða viðskiptum tvennt. Það land sem kannski ráðandi raunvexti heiminum Bandaríkin. Og hérna háir raunvextir þar að skýringin á því virðist ekki vera beinlínis þessi aukna lánsþörf hins opinbera og þið sjáuð áhrifin á raunvextina. Hækka núna að hækka aftur. Þannig að það virðist ekki hægt að rekja þetta eingöngu til útgáfu ríkisskuldabréfa. Austur á Hvolsvelli, þar kemur ofan þetta lag. En ekki fer allt nám í háskólanum fram innan 4 veggja. Í fáum tilvikum ástæðurnar augljósari en í jarðfræði. Sigurður Þórarinsson, hann giskar á að þetta hérna skulle að sé frá því 1485 eða 1490 frá Kötlu. Og þá spyrum við af hverju vitum við þetta? Kennsla í jarðfræði hófst við háskólan árið 1968 og var það ekki vonum fyrr því Ísland meðal forvitnilegustu landa jarðfræðilega séð. Námið bæði bóklegt og verklegt og einnig vinna nemendur að ýmsum rannsóknarverkefnum út í náttúrunni. Enda þarf ekki alltaf langt að fara því að jafnvel í höfuðborginni eru fjölmörg forvitnileg jarðfræðifyrirbæri. Jarðfræðinámið tengist mjög námi í landafræði og vinna nemendur í þessum 2 greinum saman að ýmsum verkefnum. Margir vísindamenn stunda rannsóknir á sviði jarðfræði og jarðeðlisfræði í háskólanum. Í Raunvísindastofnun háskólans eru jarðskjálftamælar sem tengdir eru við mæla á mörgum stöðum vítt og breitt jarðskjálftasvæði landsins svo að strax verður vart við jörðin fer að titra. Út frá jarðskjálftamælingum á reikna upptök jarðskjálftan nákvæmlega og merkja þau inn á kort. Þannig fæst heildarmynd af jarðskjálftavirkni í landinu en gildi þess vegna manna og mannvirkja augljóst. Þessar upplýsingar koma einnig að góðum notum við eftirlit með eldstöðvum og rannsóknir á skorpurhreyfingum og landreki. Skráning jarðskjálfta nauðsynlegur liður í því starfi en menn vilja gera betur. Því vinna vísindamenn háskólans einnig að því að þróa tæki sem kunna geta sagt fyrir jarðskjálfta
og hér eru í gangi tilraunir með mæli mælir útstreymi radons, en það talið geta gefið vísbendingu yfirvofandi jarðskjálfta. Þessar rannsóknir fara fram í Raunvísindastofnun Háskólans sem sett var á stofn árið 1966. En hver er vísindastefna Háskólans, Sigmundur Guðbjarnason háskólarektor? Vísindastefna Háskólans leggur einkum áherslu á tvennt. Í fyrsta lagi er stefnt að aukinni og markvissari rannsóknarstarfsemi og í þeim tilgangi er nauðsyn að efla rannsóknarsjóð Háskólans en í þann sjóð sækja kennarar og aðrir sérfræðingar Háskólans styrki til vel skilgreindra rannsóknarverkefna en leið gera þeir þá grein fyrir framvindu rannsókna og niðurstöðum. Rannsóknir þessa verða síðan kynntar í rannsóknarskrá Háskólans sem er áformað að gefa út annað hvert ár. Í öðru lagi er stefnt að aukinni hagnýtingu, þekkingar og rannsókna í landinu. Og í þeim tilgangi er verið að stofna rannsóknaþjónustu Háskólans en hlutverk hennar er einmitt að efla og auka rannsóknir í þágu atvinnulífsins. Í rannsóknaþjónustu Háskólans er stefnt að því að skapa tengsl milli þeirra sem leita vilja ráða og þjónustu annars vegar og hinna fjölmörgu sérfræðinga Háskólans hins vegar sem að veitt geta ráð og aðstoð. Markmið háskólastarfsins er í raun að afla þekkingar, að miðla þekkingu og að stuðla að hagnýtingu þekkingar á sem flestum sviðum þjóðlífs. Já, Háskólinn hefur, einkum á síðari árum, lagt mikla áherslu á hagnýtingu rannsókna sem skipt geta miklu framþróun atvinnu og efnahagsmála. Þessar rannsóknir á sviði líftækni eru ljóst dæmi það og fara fram í samvinnu Háskólans og annarra rannsóknarstofnana í landinu. Þetta er vísindagrein í örri framþróun og ein merk uppfinning á þessu sviði gæti fært þjóðarbúinu ómældar tekjur. Háskólamenn koma víða við sögum. Þegar eldgos ógnaði byggð í Vestmannaeyjum, hvöttu vísindamenn Háskólans til þess að reynt yrði að kæla hraunið til þess að hefta framruna þess. Margir efuðust þá, en nú er ekki málið deilt. Þau verðmæti sem hraunkælingin bjargaði hafa líklega aldrei verið metin til fjár, en velmætti til þeirra hugsa þegar menn meta arðsemi þess fjár sem til háskólarannsókna fer. Og þegar ákveðið var að reyna að hagnýta hitann í hrauninu á meðan það væri unnt, kom Háskólinn enn til sögunar. Í meir en áratug hefur hitinn verið nýttur af Hitaveitu Vestmannaeyja undir leiðsögn vísindamanna Háskólans. Land, elds og ísa, hver kannast ekki við það? Vísindamenn Háskólans rannsaka einnig jökla landsins og þær rannsóknir tengjast sannarlega efnahag og almennri framþróun. Hér er dæmi tækni sem þeir hafa sjálfur þróað. Svokölluð íssjá er dregin eftir yfirborði jöklanna og hún gefur margháttaðar upplýsingar með endurkastmælingum. Þegar til byggðar komið eru niðurstöður settar í tölvur og úr þeim síðan unnið kort sem sýnir landslag undir jöklunum. Slíkar upplýsingar eru ómetanlegar með hliðsjón af virkjunum jökulvatna, því út frá þeim má sjá hvaða áhrif breytingar á jöklum hafa á aðrennsli að þeim, útföll þeirra og vatnsmagn. Í einum fullkomnasta tölvuprentara sem völ er á er síðan teiknuð nákvæm mynd af landslaginu undir jöklinum. Óreglulega línur hingað og þangað blaðið breyta smám saman í auðskiljanlega mynd þar sem hver hæð og hver lægð sjást. Prentarinn er tengdur við tölvumiðstöð reiknistofnunar Háskólans sem hefur verið brautryðjandi í tölvunýjungum á Íslandi. Við þessar tölvur eru tengdar fjölmargar smærri tölvur allan Háskólan sem nýtast kennurum og nemendum í öllum greinum og ýmis fyrirtæki geta einnig notið góðs af þeim. Auk þess nýtast þær svo við nám í tölvunarfræðum sem kennd eru í raunvísindadeild. Og hér er búið að teikna vesturhluta Vatnajökuls ásamt landslagi undir jöklinum. Enginn þarf lengur að velkjast í vafa hvað undir íshellunni býr. Yfirborð Túnárjökuls og landslagi undir honum. Yfirborð Bárðarbungu, en það er annar hæsti jökull landsins, og undir jöklinum kemur í ljós gríðarmikil eldstöð. Þetta er líklega dýrasta vísindatæki sem Háskólinn á, notað við ísótópamælingar.
Alþjóða kjarnorkumálastofnunin gaf háskólanum það í viðurkenningarskyni fyrir rannsóknarstörf vísindamanna hans á þessu sviði. Hér má meðal annars finna út hvenær og hvar það vatn hér sem við neytum í dag eða hitum hús okkar með. Það er þegar ljóst að sumt hitaveitu vatn okkar féll á hálendið líkt leyti og Ingólfur Arnarsson settist að í Reykjavík. Þær rannsóknir sem hér fara fram hafa gífurlega þýðingu fyrir allan okkar vatnsbúskap, hvort heldur er vegna neyslu vatns eða hitaveitna. Já, eða sem sagt skaginn dregur inn á landi. Já, þá er ekkert að græða á þessum staðli. Nei, hann er það nálægt böndi. Prófessorar háskólans eru kjörnir til rektorsembættis til skiptis. Rektor annast yfirleitt enga kennslu en reynir gjarna að sinna rannsóknarstörfum eftir því sem tími vinnst til, enda er þar oft að ræða margra ára verkefni eins og til dæmis rannsóknir núverandi háskólarektors áhrif hinna ýmsu fituefna á starfsemi hjartans sem fylgst er með víða lönd. Háskólarannsóknir eru mjög margþættar. Hér mætti halda að við verum komin í flugturn, en svo er ekki. Við erum í tilraunastofu verkfræðistofnunar og hér er sýnt dæmi samvinnu hennar og flugmálastjórnar. Rannsakað er hvernig spara megi hið dýra eldsneyti í flugi. Fyrir liggja nákvæmar upplýsingar flug íslenska flugstjórnarsvæðið og allar aðstæður í loftinu á tilteknum tíma. Þær eru settar inn í tölvur. Síðan eru gerðar tilraunir með að hækka og lækka flugvélarnar og breyta stefnu þeirra til þess að leita leiða til að spara eldsneytiskostnaði. Og úr risaþotum í mýflugur. Í Líffræðistofnun Háskólans eru stundaðar rannsóknir á lífríki, láðs, lofts og lagar. Stórar og smáar lífverur eru rannsakaðar til að efla þekkingu á hinu flókna sambandi þeirra og þar með grundvallar lögmálum lífríkisins. Ég er ekki eingreinu samsett og ég er búinn að setja alla kallan í þessari skál hér og er svo með tvær kettlingar undir. Kennarar og nemendur stunda þessar rannsóknir saman og háskólinn hefur meira að segja eignast hlut í skipi. Það vísu ekki mjög stóru en heppilegu til sinna nota. Þessi bátur er sameign háskólans og fleiri aðila og honum er farið hringinn í kringum landið ef verkefni kalla á slíka siglingu en mest er hann notaður í nágrenni höfuðborgarinnar. Sæbjúa. Þetta er þessi heitir Cucumaria frondosa. Hér sjáum við hrognin í því. Þetta dýr er orðið kynþroska þó það sé svona lítið. Sýni eru tekin úr botni og lífríki sjávarins og þótt lifandi dýr séu skoðuð borð fara aðal rannsóknirnar fram eftir að í land er komið þar sem fullkomin tæki eru til taks. Félagsvísindadeild er yngsta deild háskólans, jafnframt eins og fjölmennasta. Innan hennar er fjallað manninn, þjóðfélag hans og menningu. Greinar deildarinnar eru félagsfræði, sálarfræði, mannfræði, uppeldisfræði, bókasamsfræði, þjóðháttafræði og stjórnmálafræði. Þá er boðið upp á starfsnám í félagsráðgjöf og kennslufræðum og stefnt er að því að hefja hagnýtt nám í fjölmiðlun á næstunni. Innan deildarinnar er jafnframt rekin sjálfstæð rannsóknarstofnun, félagsvísindastofnun, sem er atkvæðamikil í rannsóknum á þjóðfélagsmálum og stjórnmálum. Hér er litið inn í kennslu í stjórnmálafræði. Segðu mér Ólafur, eru kannanir fjölmiðla af þessu tagi, þar að segja með líkindu úrtökum? Já, það er nú allur gangur á því. Sum þeirra eru það, önnur ekki. Við höfum jafnvel dæmi kannanir sem hafa verið kynntar hér í blöðum sem skoðanakannanir, sem að eru alls ekki líkindu úrtök, eru falla undir hinn hópinn, non-probability sampling og sum þessara úrtaka eru í rauninni afskaplega vond, til dæmis þegar menn að leggja fram lista sem þeir láta á bensínstöðvar og menn svara þar og síðan er þetta birt sem einhvers konar skoðanakönnun.
Það þarf ekki að gera neinar kannanir á stjórnmálaviðhorfum stúdenta því kosningar þeirra til stúdentaráðs eru og hafa lengi verið rampólitískar. Í stúdentaráði eiga sæti 30 fulltrúar og verksvið þess margþætt. Í stúdentaráðskosningum eru einnig kosnir fulltrúar til setu í háskólaráði en í því eiga sæti forsetar allara deilda skólans, fulltrúar stúdenta og félags háskólakennara og háskólarektor. Stúdentaráð gætir hagsmuna stúdenta á fjölmörgum sviðum, svo sem í lánamálum, dagvistunarmálum og við rekstur félagsstofnunar stúdenta sem annast margháttaða starfsemi. Þar á meðal rekur hún bóksölu stúdenta þar sem leitast við að hafa á boðstólum þær bækur sem nauðsynlegar eru við háskólanám á sem hagstæðustu verði. Ferðaskrifstofa stúdenta er einnig rekin á vegum félagsstofnunar. Hún leggur engum áherslu á ódýrar ferðir fyrir ungt fólk og hefur samstarf við aðrar skrifstofur sem sérhæfa sig í slíkum ferðum. En þetta er raunar alhliða ferðaskrifstofa sem skipuleggur hvers konar ferðir hvert sem er. Stúdentaráð rekur einnig atvinnumiðlun stúdenta. Hún hefur milligöngu meðal skólafólks og atvinnulífsins. Starfsemi hennar hefur aukist hröðum skrefum undanfarin ár og jafnframt hefur atvinnuástand nemenda batnað í sumarfríum. Fleiri og fleiri fyrirtæki átta sig á því að meðal þeirra starfskrafta sem bjóðast eru margir með mikið nám og reynslu að baki og allt er þetta ungt fólk og þróttmikið sem þyrstir í vinnu. Viltu á ég ekki taka niður nafnið og sjá hvað ég finn? En það er hægt að fá útrás í fleiru en námi og sumarstörfu. Í háskólanum er mikið íþróttalíf bæði meðal stúdenta og kennara. Íþróttahús háskólans var fyrsta kennsluhúsið sem byggt var á háskólalóðinni og eftir aðalbyggingunni sjálfri og þótt það sé nú orðið of lítið er ljóst að það var byggt af miklum stórhug þegar nemendafjöldi var aðeins brot af því sem nú er. Fimleikastjóri háskólans sinnir bæði nemendum og kennurum enda báðum aðilum hollt að hreyfa sér hressilega þegar litið er upp frá bóklestri og rannsóknum. Stúdentar hafa myndað eigið íþróttafélag sem hefur einmitt náð góðum árangri í innanhúsíþróttum eins og til dæmis í körfubolta og blaki. Það er meiri kyrrð í bókasafninu eins og vera ber. Háskólabókasafnið er í aðalbyggingunni en senn flysta í þjóðarbóklöðuna sem er í byggingu í grennd við skólan og sameinast þar landsbókasafninu. Háskólabókasafnið er langstærsta vísindabókasafn landsins. Það leitast við að hafa á boðstólum rit hinn fjölbreytilegustu efni. Háskólanum voru gefin mörg dýrmætt bókasafn með fágætum prentgripum á fyrri hluta aldarinnar. En upplýsingabyltingu nútímans nægir ekki gamlir og verðmætir prentgripir og því þarf ávallt að hafa til afnot á safninu nýjustu vísindarit og upplýsingar hvað eina sem samtíminn krefst. Háskólabókasafnið er meðal annars miðstöð svokallaðra millisafnalána í landinu. Það miðlar bókum millisafna og sér samskipti við erlend bókasöfn þegar frá þeim þarf að fá bækur hingað. Lítið húsnæði í aðalsafni hefur hins vegar sett lestraraðstöðu þar þröngar skorður, en í kennsluhúsum háskólans og rannsóknarstofnunum eru víða nokkurs konar útibú frá háskólabókasafninu með lestraraðstöðu og upplýsingum þann bókakort sem í boði er. Nemendur geta pantað þangað þær bækur úr aðalsafninu sem þeir þarfnast. Sumar rannsóknarstofnanir hafa einnig sín eigin söfn sem þangað hafi verið gefin eða aflað með öðrum hætti. Í Árnagarði starfa vísindamenn í íslenskum fræðum. Þar er eins og eilítið annað andrúmsloft en í öðrum rannsóknarstofnunum enda viðfangsefnið oft á tíðum lönguliðnar aldir. En jafnvel hér hefur tölvuöldin haldið innreið sína. Gömul fræði eru skráð af skinni á seguldiska, orð og hugsanir forfeðranna vera tiltæk með því í tákna. Það sem er samtíð í dag verður fortíð á morgun. Þótt við stærum okkur af því að hafa viðhaldið tungu forfeðranna í 11 aldir þá breytist hún smátt og smátt. Ritaða málið höfum við fyrir augunum en upptökutekni nútímans gerir kleift að varðveita hið talaða orð og skrá það. Sem hefðist af milli stöðarans og aftur gafst til sér. Þegar ég var spurður þetta orði í gær. Orðabók Háskólans er vísindastofnun safnar upplýsingum íslenskan orðaforða og miðlar þeim.
Orðaseðlar hennar skipta milljónum og safnið nær til ritaðs máls 4 aldir aftur í tíman, auk þess sem mikil áhersla lögð á talmál nútímans. Það er geysilegt verk að hagnýta þær upplýsingar sem í safni orðabókarinnar en einnig hér kemur tölvutæknin til sögunar. Upplýsingar af orðaseðlunum eru skráðar á seguldiska og þá er á örstuttum tíma unnt að kalla fram upplýsingar orð og notkun þeirra sem að öðrum kosti hefði verið óvinnandi vegur eða í það minnsta óhemjumikil vinna. Meðal annars hefur villuleitarforrit verið þróað í samvinnu háskólans og tölvufyrirtækis, líkt og gert hefur verið í mörgum erlendum málum. Með því er unnt að finna villur í skrifuðum texta og leiðrétta þær. Með frekari þróun tölvutekninar á orðabók háskólans verður hér að ræða ómetanlega nám upplýsingar fyrir alla þá er íslenskt mál nota. Ef við lítum á þessi dæmi sem hérna Það er ekki nóg að safna upplýsingum mál, það þarf einnig að vinna úr þeim og miðla þeim. Sú miðlun fer meðal annars fram í kennslu íslenskrar málfræði. Við hófum þessa ferð háskólan í heimspekideild þar sem fjallað var Sæmund fróða og við ljúkum henni einnig í heimspekideild þar sem verðandi málfræðingar á lokasprettinum. Í heimspekideild eru kennd fjölmörg erlend tungumál, málfræði, bókmenntir, sagnfræði og svo auðvitað heimspeki sem deildin dregur nafn sitt af. En getið þið haft þetta á hvorn vegi sem er? Já. Eða ekki tilvingu fyrir að þetta sé svona eins og möndi sjónarhorn í kvikmynd? Þetta er hvort maður segir, hann heldur við trúum sér ekki, hann heldur við trúum hann ekki. Finnst ekki verið þetta ótvíræðist? Getur einhvers að hann veit að við trúum sér ekki? Nei. Þá veist að þú getur hann ýmislegt í. Já. Það styrna aldrei ekki eftir byggu. Ég geti sagt þetta sko. Hann veit að við trúum sér ekki? Já. Það hefur frestað svona mönnum? Þetta er ekki. Hættus meðan kostur knárra sveina flokkur. Háskólakór hefur lengi starfað og syngur ávallt við útskriftir nemenda. Þær fara fram 3 á ári miðjan vetur, vor og haust. Þá lýkur margra ára erfiðu námi og við taka störf út í þjóðfélaginu, líklega fleiri en margan grunar. Við þekkjum öll fjölda karla og kvenna sem eru vel menntuð án þess að hafa sótt menntun sína í hefðbundna skóla. Þau eru sjálf menntuð. Þú skalt ekki vanmeta þessa menntun. Þitt hlutskipti verður einnig að taka frumkvæðið í öflun frekari menntunar í þeirri símenntun sem að framtíðin krefst af þér. Þín bíður harðari skóli þar sem reyna mun á ýmsa aðra eiginleika og aðrar gáfur en námsgáfur. Farnist þér vel í þeim skóla. Step